það ekkert að því að segja það að þessi munur á menningarheim og fólk í vestrænum ætti að vera stolt af því að við búum í frjálsu og opnu samfélagi. Það sem að við svona almennt það bara 95% af íbúum eru sammála því að konur að búa við jöfn tækifæri. Mér finnst í alveg hálfberenglað að maður hafi þurft að sitja tíma í Háskóla Íslands þar sem þau að segja manni það sé mýta að konur séu kúgaðar í miðausturlöndum. Þegar við tölum aðlögun að það bara, við erum að aðlaga mjög takmarkaðan hóp sko. Það vita það allir á Íslandi að það þarf ekki að setja mikla fjármuni í aðlaga fólk sem koma inn frá Pólandi eða Úkraínu eða frá Víetnam út í það farið. Þannig að þetta ekki bara spurning nálægð eða eitthvað slíkt, þetta spurning menningu. Það sem munu sjá gerast í Evrópu að á Norðurlöndunum þá munu held ég flest Norðurlandaríki fara sömuleið á Danmörk. Við erum bara á þann veg að það verður ekki eiginlega að neinu viti tekið á móti hælislendum til þess að vernda velferðarkerfin. Já, ég vil ekki bara segja sem byrjaði strákar. Hvað segið þið? Allt frábært. Bara allt glæsilegt. Íhaldssömustu vinir mínir og því svona ákvað ég að fá okkur henni þátt og við ætlum að ræða transkonur, Palestínu og hvenær fóstur verður að barni. Nei, ég að tjóki. Það forsendubrestur. Heyriði, sko, það margt sem að Það ekki að taka Sigmund Davíð á þetta þarna og búa mér í viðtal og rungum forsendum. Þetta er umsátur. Þetta umsátur. Hvað, á hverju við byrja? Við byrja Ástólu, þurftu hann að segja af sér. Hvað finnst ykkur? Sko, það kannski ekki mitt að dæma það hvort hún hefði að segja af sér, en það ýmislegt í þessari umræðu sem ég finnst fólk kannski svolítið gleyma. Síðan núna sumir vera að bölva því hún hafi sagt af sér, sumir talaði vel að fjölmiðlar hafi einhvern veginn ýtt henni út þegar staðreyndin svo að hún sagði af sér áður en að fyrsta fréttin þetta mál fór í loftið klukkan 6 þarna á 50-daginn. Það annað í þessu sem og það alveg líka þess verið að pæli, ég meina það margir sem benda að þetta gerist kannski fyrir 35 árum og fólk velti fyrir sér á hún að segja af sér út af því. Ég held að það sé ekkit endilega ástæðan fyrir því að þeir virðist forystumenn ríkisstjórnar hafi látið hann að segja af sér. Það þetta hátterni hennar í síðustu viku þegar hún byrjar að hringja þarna í borgar í þessu landi sem hefur komið kvörtun til forsætisráðherra og mæti síðan í dyragættina þarna til þess að segja þessum aðlát til syndana og að fara ekki með þetta í fjölmiðla. Og þetta tala við eiginmann konunnar. Þannig að ég held að fólk gleymi þessu svolítið oft þegar það að velta fyrir sér akkur þurft hún að segja af sér hérna fyrir út af akkur atviki fyrir 35 árum. Ég held að þetta sé þessi hátterni hjá henni í síðustu viku hafi ollið því að Kristrún Frosta og Þorgeir og svona hafa svolítið þjarma aðeina á þessu fundið þarna. Já, var henni ekki sparkað, Ingvar? Jú, Kristrún hefur tekið öxlina á henni og snúið hana niður. En þú veist, það oft hann í pólitík og við höfum séð þetta í gegnum árin að það eru viðbrögðin við einhverju atviki sem valda því þú ert að segja af þér en ekki atviki sjálft. Sama með Hönnu Birnu, ef hún hefði bara ónað þetta á fyrsta degi og sagt bara já, þetta kom nú bara frá okkur hérna og átti bara fullt erindi við almenning, þá var bara verið létt skömmuð sko. En þetta mál er smá þannig. En mér finnst alveg vera smá punktur í þessu að siðgæði og viðmið þjóðarinnar varðandi aldursmörk í kynlíf og svona hafa breyst hratt, held ég. Þannig að þið finnst þetta í lagi? Nei, ég ekki að segja það, en ég held samt að fólki, fleirum hafi þótt þetta í lagi fyrir 35 árum og meira segja bara fyrir 15 árum. Ég man bara í tengslu bara MeToo-umræðina hérna fyrir ekkert mjög mörgum árum, þá var verið að kanselera fólki sem var kannski 21-22 og var með 16 ára einstaklingum og það var ekkert, mér fannst það ekkert augljóst fyrir 15 ára þegar ég var 15 ára að það væri algjörlega rangstætt sko. Nei, það líka heyrist furðu lítið í tónlistamönnum 9. áratugarins sko. Ég búin að vera að tala við það sem að þekkja til á þess tíma sko og þeir einmitt segja bara þetta var nú bara og ég var nú að tala við annan líka sem maður í kringu 60 sko sem var að segja við mig að það hefur verið mjög erfitt þegar að sko þeir strákarnir voru 14 ára að þá hafi allar stelpunar helst verið á sko sveitaböllum með einhverjum strákar með kringu 20 sko. Þannig að ég alveg sammála því sko og þetta bara gildismat okkar eðlilegra í dag sko. En áhugavert að ég heyrði daginn, það var ein manneskja að lýsa hvernig upplifun hafi verið á skrifstofunni sinni varðandi þetta mál. Þetta þá á föstudeginum þarna. Hún sagði, þetta var stór vinnustaður og sagði einmitt þetta, þeir sem voru eldri á skrifstofunni, þeir sem heyrðu þetta bara svona gerðist, þetta ekki rétt en svona gerðist þarna verið 35 ára síðan. Ég hef ekki hugmynd hvort að það hefði verið eitthvað venjulegustu hlutur í heima á 9. áratugnum að 15-16 ára stráka væri með 22 til 23 ára gömlum konum. Það var ekki eignast barn. Já, en síðan var þetta yngra fólkið sem að sagði bara, þetta ekki í lagi.
og það var svona upplifun af þessu allan hjá þessari mannesku, að það er svolítið skipst eftir aldrei hvernig fólk var að taka í þetta mál eins og ég segi, ég held að það sé ekkit endilega stóra máli, ég held sér rétt hjá hann, það er hvernig þið brugðist við þessu máli. Já, ég nú var hérna fyrir ekki svo mörgum dögum Fríða Nippul sem að þið voru náttúrulega mjög ötulir stöðnismenn á sinni tíma og það er svolítið áhugavert að horfa á því þessu ljósi sko, hvað samfélagið er búið að breytast mikið og núna náttúrulega erum við komin á þann stað að konur eru, þó svo að við séum komin alltaf stutt, að þá erum við komin lengra heldur en við vorum þá með ötuleg baráttu fólk sem er í réttindabaráttu. Svona réttindabaráttu í dag. Núna erum við að sjá sérstaklega sko kastljósinu beint Palestínu og Gaza og nú var ég að sjá í gær að það er rosalega margir á Gaza núna að mótmæla Hamas en okkur verið svona talið í trúum það að Hamas sé bara einhvern veginn svona alls konar sko, líka einhvern veginn hernabandalega en ekki alveg hryðjuverk, hryðjuverksamtök. Þú sagði daginn það nánast talaði um þetta eins og þetta sé Lions-klúbburinn í Skeið og Gnúpverjarhreppi sko. Já, það er ekki Stefán Einar. Já, Stefán Einar einmitt, já. Þetta eru þetta hryðjuverkasamtök og öll vestræn ríki vita það. Það eru þetta ekki einhver stjórnmálaflokkur sem að ræðist inn í annað ríki og brennir börn lifandi, drepur konur og saklausa borgara. Þetta eru þetta ekkert annað en hryðjuverkasamtök og það er mjög ánægjulegt að sjá íbúa Gaza mótmæla þessu. Því að ég held að það viti það allir sem að skoða þetta mál vandlega að eina leiðin fyrir Palestínumenn að búa í friði á Gaza eins og forseti heimastjórnarinnar á Vesturbakkanum sagði daginn er auðvitað það að Hamas verður að víkja. En ef við tengjum þetta aðeins saman þetta með réttindabaráttuna og yngra fólki einhvern veginn vildi að hún myndi segja af sér og svona og Fríða Nippul er eitt sem að við höfum séð gerast síðastliðin ár er að það hefur átt sér stað svona í gegnum feminísku hreyfinguna áhersla á alls konar mál sem að eiga sér fullkomin samhljóm við það sem kristnir íhaldsmenn eins og þú myndi segja, Hermann að þú veist þú veist í gegnum kvenréttindabaráttuna sem ungt fólk hefur svona verið meira framalí heldur en eldra fólk þar hefur verið fókusin á einmitt sá að þá ekki að vera mikill aldursmunur milli fólks í kynlífi klám er ekki af hinnu góða vændi er ekki jákvætt af hverju eru konur og karlar fáklæddar í auglýsingum og eitthvað svona við höfum séð þarna einhver svona kristileg viðmið og gildi brjótast sko aftur fram í samfélaginu í gegnum allt önnur formerki í sjálfu sér Já, algjörlega og ástölda lofumálið tengist því að þeir leitinu til það er einmitt yngra fólkið sem er með einhverju geti sagt svona íhaldsamari viðmið þegar kemur að þessum málum heldur en eldra fólkið sem er mjög áhugavert sko. Þetta er mjög áhugaverður vinkill þannig að kristilega íhaldið er að koma aftur í gegnum hvað ég var að segja, svona vinstri sinna fólk Ég held að sé ekki tilviljun á einhverju svona proto-leveli að kvenréttindahreyfingin eigi svona margt sameiginlegt með kristnum gildum og spurningin sem þetta vekur upp í kjölfari hlýtur að vera getur verið að þessi eldri viðmið í samfélaginu sem var dálítið ýttilegar, þau byggðu kannski á einhvers konar vernd fyrir lágmarksréttindum kvenna sem var dálítið eru búin að gleymast sko. Þetta eru bara hugleiðingar sko. Hvað segir kristni íhaldsmaðurinn við þessu? Sem þið eru náttúrulega ekki. Nei, ég er bara aukafeministi sko. Já, mér finnst það bara áhugaverð hugveiki, ég held sé margt til í þessu. Aftur á móti held ég sé margt í kannski fari róttækra vinstri manna sem eru þetta í berhöggi við kristnu gildin þetta er ekkit endilega þau eru ekkit endilega þeirri skoðun að fjölskyldan sé grunnstoð í samfélaginu og ég held að það sé svona maður getur alveg fundið aðna flyti kannski að sem mitt þau eru sammála, ég held sér rétti að það er einhverju leiti að ég meina kristilegi kærleikurinn eru þetta þannig gerður að hann vill halda utan á fólk sem að minna mega sín tryggja það að það verði engin skilin út undan og við hjálpum einmitt þeim sem minna mega sín og ég held að það sé svolítið sem að vinstri menn hafa þetta lagt áherslu á en eins og ég segi þá svona getur alveg fundið þarna einhverja mótstæður eins og með fjölskylduna sko. Það er auðvitað algjörlega augljóst að þessi kvenréttindahreyfing er að mörguleyti mjög ólík sko einhverjum íhaldssamum gildum en það er samt áhugavert hvernig þú fær 40-50 ára aftur í tíman í þessari réttindabaráttu og þá snýrist allt frjálsarástir að geta verið á brjóstunum að þú hefði bara fullkomið autonomy yfir eigið lífi og það var verið að brjóta niður viðmið samfélagsins og svo er bara eins og þessi hópur hafi vaknað upp og átt að sagði
að viðmið skipta kannski einhverju máli sko. Þannig að þú veist, nú feministahreyfingin klofin þegar kemur að mörgum þessum málum. Ég bara velti því fyrir mér að þú veist, ég held að sé ekki fullkomin tilviljun að þessi hreyfing hafi tekið upp mörg af þessum málum aftur. Það er að segja, kannski ekkit gott að fólk sé að selja kynlífsþjónustu og okkur svona. Nú ég ekki að segja, ég vil að þetta sé leyft sko, svo þessi sagt. Bara þeim grundvelli að fólk á að stjórna eigin líkama og svona. En þarna undirliggjandi eru svona, ég held að þarna sé einhverja rætur, bara eins og þú ert með svona indó-evrópska tungumálakort sko, sem sýnir hvernig tungumálin þróast, þá held ég að þetta tengist í einhvers konar fjarlægum skilningi. Já, ég einhvern veginn hef hugsað þetta ótrúlega mikið út frá því sko að ég held reyndar að sérst að gefa ómikið kredit sko, ég held að svona mikið af þessu svona sem við erum búin að sjá undanförnum árum aðalega fólk að koma sér á framfæri án þess að gera handtak. Ég held að sé bara búið að vera rosalega auðvelt að einhvern veginn mála sig upp sem góða mannesku sem í einhverju stórkostlegri baráttu sko, hann og ekki Douglas Murray minni mig segir að og nefndi þetta að þú veist, fólk var eitthvað að setja í samhengi við Normandi sko, að fólk sem að væri í einhverju baráttu á Facebook væri að söðla mikið sko, hvað var að segja, baráttu anda og hugrekki eins og þeir sem að börðust á D-Day sko. Þetta náttúrulega bara einhver della og við höfum samt einhvern veginn orðið samdauna þessu sko, við erum náttúrulega búin að sjá í því fyrirtæki sem að þú ert einmitt í stjórni hjá RÚV, þar sem að búið að einhvern veginn að fá þetta fólki viðtal til þess einhvern veginn að ræða það hversu ákveður þau eru svona hugrökk í því að vera í rauninni bara einhver afstöðu sem rosalega vanilla og rosalega eitthvað sem flestum finnst sko. Já. Og ef einhverjum finnst það ekki þá hann náttúrulega tekið niður og sagt að hann sé vond manneskja eða jafnvel hættulega skoðun. Við sáum þetta með Brynjar Níelsson þegar hann var að koma með einhvers konar öðruvísi hugsanir bara tökum COVID sem dæmi. Þá var hann hættulegu maður, þegar hann kom með aðrar hugsanir Me Too, þá var hann hættulegu maður, þegar hann kemur með aðrar skoðanir hvað eina, þá var alltaf hann hættulegu maður. Og þetta náttúrulega einhver svona della sem núna náttúrulega undanhaldi sko. Þá var það náttúrulega kallað bakslag sko. Bakslag aðalega bundið við það að fólk sé ósammálaðir. En ég held að þetta sé ekki kannski rótgróð, eða kannski þetta, þú veist, einhvers konar afleiðing af því að við séum á þeim staði í lífinu svona að það orðin óstöðuleiki og þá kannski fyrir fólk að frekar að grípa í heldsamari gildi. Ég ekki að segja að Þorsteinn Vaff sé búin að velta þessu sjálfur svona djúpt fyrir sér. Ég held bara að þarna séu bara undirliggjandi hugmyndir og viðmið og gildir sem mótar fólk í samfélaginu okkar sem að það sjálft jafnvel ekki að gera sér grein fyrir því sko. Þannig að og það þannig að þú veist að hringrás hugmyndana sem fyrir genum kynslóðunar þær birtast okkur aftur og aftur og aftur í einhvers konar nýrri mynd og það þarf dálítið öflug glerugu stundum til að átta sig á því hvenær þær eru komnar aftur og við sjáum þetta bara til dæmis því þú nefnir Brynjar Níelsson og Me Too að þú veist umræðunum til með saklausun sekti sönnuð og allt þetta það þú veist andstaðan gegn því hún að birtast okkur í dag en í allt annari mynd en hún gerði þegar fólk var að ræða þetta fyrir kannski 200 árum þess að þú varst að reyna að venda svartan mann í Bandaríkjónum fyrir því að hann sakaður nauðgun og bara hendin í stein sko að vegna þess að það ekki sko svartur sakborningur í málinu þá hefur við erfiðara með að sjá grundvallar prinsipin en þau eru en þeir sömu sko og við þurfum aftur að taka umræðan og rökræðan þetta sem kannski bara eðlilegt og áminning það hvers vegna það má aldrei hætta að verja góðar hugmyndir. Nei, nákvæmlega og bara berjast fyrir tjáningafrelsinu sko, alveg sama hversu slæmar hugmyndir við teljum aðrir hafa sko, sem að hefur verið svo litið, hvað var að segja, efni sem að fólk hefur verið að setja út á sko, að tjáningafrelsi sé eitthvað svona sem að við þurfum einhvern veginn að endurhugsa sko, þegar við erum komið með internetið, það náttúrulega hefur alltaf komið með öllum prentmiðlum og þegar komið sjónvarpi kom og þegar aðrir miðlar komu og það var alltaf nú tjáningafrelsi eitthvað svona sem við þurfum virkilega að vera að passa okkur á sko. Ég lenti í tíma daginn í háskólanum að þá var einmitt við erum að taka fyrir tjáningafrelsi mjög áhugavert að og fólk auðvitað beðið að koma með sína skilgreiningar á því hvað skorður eiga vera á svona en mjög áhugavert að maður sat eiginlega uppi sem eini nefnandinn í tímanum sem á hlindu því að það yrði nánast alfarið tjáningafrelsi svo lengi sem að þú ert ekki að hvetja til ofbeldis eða
þvíumlíkt sko, það voru einhvern veginn flesti með þá hugmynd að það væri til eitthvað sem heitir handusorra og að það getur náttúrulega verið bara alls konar hluti sem geta móðgað fólk, ég meina þú veist ekki, ég meina báru fyrir svo þetta að andleg sár geta verið verri heldur en líkamleg og þvíumlíkt og mér þótti bara áhugavert að setja svolítið einn í tímanum með þá skoðun að ég meina þú átt náttúrulega að leyfa fólki að segja það sem það vill, það með sína tungu, leyfa maður að frjáls og eins og einhver sagði, ég meina til þess að geta hugsað þá verður ég hætta á móka einhvern eins og Jordan sagði fyrir einhverjum árið síðan og þetta alveg ennþá þannig í dag en maður sér það alveg eftir að maður fór í háskóluna þá svona blasir við manni allt öðru í sig hugsunarháttur heldur maður vanur því að flestir held ég eru náttúrulega þeirri skoðan að það eigi náttúrulega vera tjáningafrelsi en það var áhugavert að sjá hann í háskólanum það er svo vont þegar háskólinn er orðin svona það er rými þar sem að svo skoðun kannski nær hæst að við þurfum að hafa áhyggjur af tjáningafrelsi undir þeim formerkjum að fólk með ekki vera að útluta einhvers konar eða hafa einhvers konar hatursorðræðu og þetta er sko ég meina þetta hefur náttúrulega alltaf verið sko náttúrulega hatursorðræða er bara orðræða sem að ríkið hatar eða fólk almennt sko ég líka bara af hverju er fólk að tala svona mikið tjáningafrelsi og hatursorðræði í sömu setningu hver er tilgangur með tjáningafrelsi ef það er ekki einmitt til þess að verja tjáningu sem að bara stór hluti samfélagsins er ekki sammála eða til að fara gegn ríkjandi straumum það er eini tilgangurinn já, nákvæmlega en ég meina á Íslandi er sko nútíma hatursorðræðu ákvæði almennum hegningarlögum er ekkit, þetta er ekki fyrsta rótið á okkar, ég meina við vorum með guðlast lög og þú máttir ekki gagnrýna til dæmis bara embættismenn og kjörna fulltrúa með neinum alvarlegum hætti við vorum bara með álíka mikið að fangelsi hlutfallslega og El Salvador við varum með það með sömu löggjöf og kommentakerfin sko þannig að þú veist aftur, þetta birtist okkur alltaf bara í einhverjum nýjum búning þú veist, að menn tóku þessa umræðu á 20. öldinni við tókum guðlasti, það er sett til hliðar þú mátt gagnrýna þingmenn og þú mátt gagnrýna embættismenn og svo allt í henni fókusin orðin einhver annar þá er það á sko, þú mátt ekki gagnrýna þá eru nú verið minnihlutahópa og ég get lofað ykkur því að eftir 20-30 ár þá verður komin einhver nýr vígvöllur í þessar umræðu og enginn okkar mun sjá fyrir í dag hvernig hann verður. Ég er bara hjartanlega sammála og það er eitt sem ég langar líka að setja það í samhengi við það sem að þú varst að nefna áðan Hermann sem er einmitt það sko að það hefur ekki mátt tala útlendingamál af hreinskilni einmitt út af því að það hefur verið einhvers konar hvað var að segja formerki einhvers haturs og að við séum einhvern veginn að hatast út í hópa með því að tala glæpi og menningarleg álitamál og fleira og ég hef oft verið að hugsa út í þetta sko ef að við erum komin á þann stað sérstaklega varðar útlendingamál að okkar sko víglína og skotgröf eigi að vera helst sko mörkuð við sko verstu dæmi þess sem að gerist í samfélögum sem að taka mátti fólki sem eru með aðra menningu hvers konar viðhorf höfum við þá gagnvart þessum hópum hvers konar viðhorf höfum við gagnvart þeim hópum sem hingað koma ef við ætlum að segja nei það þarf að vera feimnismál að ræða glæpi sem eru framdir í einhvers konar menningarlegu tilliti heimilisofbeldi heiðursglæpir, annað hvers konar viðhorf höfum við gagnvart útlendingum ef við ætlum að fara að móta skotgröfina við þá einstaklinga þá erum við alveg búin að gefast upp á því að við séum að fara að taka vel á móti fólki yfir höfuð sko. Þetta er aldrei paradoxía samfélagsins í dag að við setjum ótrúlegan fókus á að ræða ofbeldi í samfélaginu en ekki þegar það stafar frá hópum sem að eru þá kannski, þú veist einhver sem væri þá skilgreindir í umræðinu sem einhvern veginn viðkvæmir hópar veist, og þannig að takast á þessi gildi sko að það séu einhvern veginn veist, fjölmenningu, með opin landamæri veist, og það er eitthvað markmiði sjálfu sér allavega hjá sumum sko og að og ef við tölum opinskátt ákveðna hluti þá getur svo umræða einhvern veginn svona spunnist út í eitthvað sem er ómálefnalegt
og sem ítir þá undir einhverju óeiningu í samfélagi. Nú er ég bara að reyna að lýsa held ég þangaganginum hjá þessu. Man líður nú samt sko eins og síðustu 2 árin að það voruði tölur breyting á þessu. Mér sýnist fjölmiðlar flestir svona það sé ekki svona gott ár síðan rúmlega síðan þeir áttu þess að hvar samfélagi stóðraumverulega í þessum málaflokki og fóru að þóra að fjalla þessi mál. Maður heyri það náttúrulega bara í öllum hlaðvörpum að menn hyggi ekki við að ræða þessi mál. Varðandi fjölmiðla og eitthvað vandamál sem hafa blósað upp undanvöldinu þá að það er eiginlega þyngra en tárum taki að lesa fréttir af því sem er að gerast í Breiðholti. Hólmfríður María hefur verið blaðamaður á Morgunblaðinu með mjög flotta fréttir síðan 10. febrúar ástandið sem að við höfum verið að sjá þar, bara hryllilega fréttir, reynt út sagt, hvernig ráðist á stelpur og stráka í skólanum og foreldrunum líður eins og kerfið hafi ekki verið að hlusta og það hafi ekki verið tekið á málunum. Og það er áhugavert við förum þegar að fara á stað með þessa fréttaumfjöllun og þá er hirtu þetta í borginni og borgin segir að við könnumst nú bara ekki viðvarandi ofbeldismálarnir í Breiðholtinu. Og þá koma kennararnir bara og stíga fram og segja bara, herðu, þetta er bara ekki rétt. Við erum búin að eiga með ykkur fundi, við erum búin að senda ykkur tölvupósta, við erum búin að láta ykkur vita að við þurfum meiri hjálp hérna. Þannig að það er ánægilegt að það virðist vera að það er að bregðast við að einhverjum hætti. En það er alltaf sagt sko, þú veist, það er alltaf sagt að það eigi að fara að bregðast við þegar þetta er komið í bál og brand sko, eins og þú veist við höfum bara séð núna í borginni undanfarin ár sem hefur einhvern veginn reynt að humma þetta af sér með einhverjum miðaldra inngildingafræðingum að koma bara og spóla einhverju dellu í fólk það að það sé verið að taka á þessu með því að vera með eitthvað umburðarlynd og eitthvað þannig og svo, þú veist, og eins og segi, ég held þetta með reyndar þann borgarstjóra sem er reyndar #minn borgarstjóri sá borgarstjóri reyndar sem að kemur til með að hafa gríðarlega góð áhrif á borgina telja með að við hvað hann er frábær stjórnmálamaður að þá held ég samt sem áður að þetta mun ekki koma til með að breytast því við erum með þessa 5 flokka sem við erum búin að vera í því einhvern veginn að þurfum einhvern veginn að vera að tala varlega þetta og ekki að taka á þessu og svo einhvern 12 ára krakki sem er bara með einhvað í hérna já, allt bara í hershöndum út af einhvern 12 ára krakka í heilum grunnskóla. Þetta fólk heldur sko að þú setur pottlokk á pott að það mun ekki sjóða því þú sérði ekki í vatnið sko. En það, ég held að sé að finna viðtölu við mig örugglega 10 ára aftur í tíman það sem ég er að segja sko ef við ræðum ekki þessi mál að þá mun umræðan verða enn ómálefnalegri og enn hatursfyllri en þetta fólk heldur sko. Það er að segja þú veist ef samfélög taki ekki umræðan einhver mál þau eru eingöngu rædd á kaffistofunum og fólk upplifir það mikið ræði þá mun þetta brjótast fram í því að það verður pendullin mun fara í einhver átt sem jafnvel gengur oflangt sko. Síðan spurning það verður áhugavert að sjá að mitt með hvernig þessi borgarmeirihluti skipar hvort það verður eitthvað aðhast á næstunni en ef ég lít með nær maður horfir á Háaleitisskóla í Ásbrú það hefur þetta komið alls konar sögur og fólk þekkir það í samfélaginu það hefur nokkið alltaf gengið mjög vel þar bara þar ertu með mjög mikið af krökkum sem eru börn hælisleitenda og innflytjenda þetta eru mismunandi menningarheimum og það hefur verið talað sko ótrúlega mörg tungumál ég held að í dag er þetta 40 tungumál sem eru töluð þarna en það er mjög áhugavert að það virðist nú lítalli betri vegar í Háaleitisskóla kannski maður byrja smá bakgrunn í Reykjanesbæ voru fyrir einhver ári síðan 1400 hælisleitendur og flóttamenn til samans og tekur saman kvótaflóttamennina sem að bæra með samningu ríkjum og hælisleitendar nú er þetta komið undir 500 manns til samans sem eru þetta er þróun sem er átt sér stað síðustu 12 mánuði og þú kannski getur eflaust talað eitthvað um lögin eða eitthvað sem að valda því að það eru færri hælisleitendur þarna en sem dæmi í Háaleitisskóla það voru einn tímabúti 110 börn hælisleitenda í skólanum þarna nú eru þau í dag 30 og það sem hefur verið gert þar síðan í haustið 2023 og þetta var umverulegt vandamál, bara krakkar voru ekki að fá alveg nógu góða menntun og það voru alls konar vandamál að koma upp þarna að það sem gerðu var að þeir stofnuðu svona kallað námsúrræði sem er eiginlega bara eins og móttökuskóli sem heitir Fríðheimar þar fara krakkarnir fyrst inn í það úrræði fá að aðlagast í hvernig það er að vera í íslensku menntagerð það er kennt hvernig það að taka þátt og bara álfur aðlögun og síðan er bara svona hægt og bítandi hleyptum inn í skólan sem er bara, nú ætlar að taka átt í íþróttatímum, nú ætlar að taka átt í sundinu og síðan kemur hann í skólan undirbúin fyrir það að taka þátt í íslensku menntakerfi. Þú gerir börnum engan greiða sem kemur frá mismunandi menningarheimum að henda þeim inn í eitthvað kerfi sem það var aldrei áður verið í. Þannig að maður velti í svolítið fyrir sér, ég menna, þú veist, skólan, aðgreiningar og allt þetta sem að er bara svo trúabragð henni í Reykjavík. Þetta er bara della. Já, þetta er bara að fara að breytast í eitthvað trúabragð. Þetta er bara, þetta fólk er ekki tilbúið að líta á vandamál sem hafa komið upp. Fyrirhandi sviðstjóri
það ekki mennta og frístundasviðs hérna í Reykjavík benti þó nú á það í viðtali í síðasta mánuði, sagði bara það sem að gerast í Breiðholti, það má bara velta því fyrir sig hvort þetta sé ekki einmitt bara birtingamynd skóla án aðgreiningar. Nei, ég meina, ég sagði alltaf, ég unnum með fötluðum í 15 ár og ég gerði mig fyllilega grein fyrir því að ef þú ert með mannesku sem að þarf á viðbótar aðstoð að halda, að þá ertu ekki að gera henni greiða með því að setja henni í aðstæður þar sem hún hefur ekki úr að móða þessu sértæka úrræði. Kennarinn er ekki með sérþekkingu á að geta tekist á við þetta og nemendurnir sem eru fyrir fá verri þjónustu. Þannig að þetta er verra fyrir bókstaflega alla nema þá sem er í Borgatúni að klappa sér á baki fyrir það að vera góða manneskjur. Nú spyr ég, þið kannski vitið svar við því, þú veist, þegar við tókum á móti Víetnömum hérna árumaður, svo fólki frá Balkanskaganum, var Íslands samfélag þá að glíma við sambærileg inngildingar eða aðlögunar vandamál við móttöku þessara hópa? Eða er þetta bara nýtilkomið? Ég held að þetta sé nýtilkomið og ég meina Af hverju haldið það svo sé? Út af það að vanfjármagna. Nei, það vantar bara fjármagn. Nei, ég held að það mun náttúrulega bara gefur auga leið að þetta er fólk með mjög mismunandi menningabakgrunn. Víetnamar, ég hef verið bæði í Víetnam og líka eins og þegar maður kemur til Indland, þar sem er mjög frábrugðin menning og ég elska Indland, ég hef 1 árið af mínu lífið hana og ég mun aftur koma til með að fara þangað. En þar er aftur á móti mjög rík heiðursmenning sem er aðalega bundin við það að heiður fjölskyldurinnar sé svo sterkur að þrátt fyrir það að sé til dæmis brotið á ungri stúlku að þá segir heiðursmenningin þér það að þú stúlka er að einhverju leyti óhrenguð og þar að leiðandi eigi að stíga út úr samfélaginu. Þetta er alls ekki alls staðar á Indlandi en þetta er samt á til dæmis eins og fátækarisvæðum á Indlandi og þessi menning er líka í Mið-Austurlöndum og er mjög rík þar sem að kröfur til kvenna eru sko eitthvað sem að sko ef einhver Íslendingur myndi gera þær kröfur til kvenna sem að fólk gerir í Mið-Austurlöndum að þá væru við ekki að sjá sko samtöl neitt annað á samstöðinni sko. Þá væri hvert einasta málefni það að sé einhver hræðilegur Íslendingur sem að segir konunni sinna að klæða sig þannig að sjáist ekki neitt í hana og að hún eigi að haga sér á tiltekinn máta og megi ekki gjóa augunum að karlmanni og megi ekki vera að haga sér á máta sem að er karlmanninum að einhverju leyti óþóknanlegur. Þetta er eitthvað sem að við erum samt tilbúin til þess að gefa afslátt á undir einhverjum óskiljanlegum formerkjum sem ég bara fyrir munað að skilja hvernig við getum verið komin í þessar aðstæður. En svo ég svaraði spurningunni, það er bara augljóslega það er allt önnur menning í Víetnam eins og í Mið-Austurlöndum og á Indlandi líka og ég held reyndar að Indland sé einhvers konar millivegur þannig en ég held bara að sko við náttúrulega höfum líka gert svolítið seg, ég held að Ísland hafi kannski þegar Víetnamar komu hérna á sínu tíma hafi gert miklu ríkari kröfur sko á svona óskráðum reglum. Hvað var það þegar við fáum fólkin í samfélagið þegar þú ert að fara aðalega sérna? Ég held að hafa enginn verið hérna eitthvað, gerðið þú þetta svona? Það er ekkert mál. Ég held að það var miklu ríkari tengsl við bara það að hafa það mjög erfitt og það að hafa töluvert betra á stuttum tíma og gera sér grein fyrir því að það er einhver formerki sem að liggja fyrir, sem að þurfa að vera fyrir hendi til þess að lífið varð svona miklu betra. Það eru óskráðar reglur. Það er eins og þegar fólk alltaf að tala hérna þegar að koma upp einhvers glæpsamlega mála eða einhvers konar menningamála þá er alltaf, já ég meina dómskerfið tekur bara á þessu. Aðalmálið í þessu er sko að eiginlega allt okkar samfélag er ekki bundið við boð og bönn. Aðalega við óskráðar reglur það hvernig við höfum okkur og hvernig við höfum samskipti. Ég meina þú svaraði spurningunni bara í grófum dráttum eins og ég hefði svarað henni sjálfur. Það sem ég var að reyna að leiða fram var sko að ég byrjar að taka viðtal við þig núna. I'm the captain now. Að sko að það er þegar við tölum aðlögun að það er bara, þú veist, við erum að aðlaga mjög takmarkaðan hóp sko. Það vita það allir á Íslandi að það þarf ekki að setja mikla fjármuni að aðlaga fólk sem er að koma inn frá Pólandi, Úkraínu eða frá Víetnam, út í það er farið. Þannig að þetta er ekki bara spurningum nálegð eða eitthvað slíkt, þetta er spurningum menningu. Og
það má alveg velta því fyrir sér sko, ef þú verður að smíða útlendingastefnu eða innflytjastefnu frá grunni, þú veist í grófum dráttum að það er miklu kostnaðarsamara fyrir samfélagi að taka á móti ákveðnum hópum, þá þarf auðvitað að hugsa það öðruvísi og það höfum við ekki gert í Evrópu og það er endur Evrópa byrjuð að gera núna. Ég meina við sáum til dæmis bara forsætisráðherra Danmerkur tala að ef það er áframhaldandi innflytjendastefna í Evrópu, bara svona hefur verið, að það hefði bara raunveruleg öryggisógn. Já, það er það sko en svona kannski punkturinn í þessu bara sá að þú veist að því við erum að ræða þessa aðlögun að við gerum, finnst mér, afskaplega litlar kröfur til fólks þegar við tökum á móti því og við samþykjum bara að það þurfa að setja milljarða ofan í milljarða til þess að einhver tiltekinn hópur að jafna því uppfylli bara lágmarkskröfur samfélagsins hvernig á að lifa því. Já sko, við gerum minni kröfur á þá sem eru að koma hingað heldur en við gerum alveg til Íslendinga sko. Já allavega þú veist, sko, mér finnst allavega eðlilegt að þegar þú ert að skrifa útlendingastefnuna þína, útlendingalöggjöfina, að þú reynir þá frekar að taka á móti fólki sem þarf ekki að setja milljarða í að aðlaga. Það væri þá eðlilegra að taka á móti þeim hópi í sem sagt, minni tölum og reyna þá að halda betur utanum hann og reyna þá frekar að og í grófum dráttum er þetta okkar útlendingastefna. Ég meina langstærstur hópur innflytjenda hingað er náttúrulega frá Austur-Evrópu og ég get bara fullyrt það hefur nánast gengið án vandræða. Sérnum spurningandi við tökust á þetta, sérstaklega ef að fólk þorir ekki að viðurkenna vandann til að byrja með. Ég ætla að fá að ræða meira þessa háskólagöngu mína sem að mér finnst mjög skemmtileg. Maður var í tímum daginn þar sem við fengum gestafyrirlesara sem að var að fjallum kvenréttindi tímið Austurlöndunum og hún byrjar á að vera með nokkra mýtur með Austurlöndin. Og það Halla Gunnars eða? Nei, þetta var gestafyrirlesari og hún er uppálega frá Palestínu en búsett þetta með fjölskyldunni sinni. Og fyrsta mýta maður það konur eru kúaðar í Miðausturlöndunum og hún var bara mjög hörð á þeirri skoðun og maður situr hann inn og byrjar að spyrja spurninga býtu, ég menna hún lítur á bara stóran hlut af konur sem búið með Austurlöndum hvaða lönd sem eru, ég menna Afganistan eða Íran eða eitthvað þannig, ég menna ætlar eitthvað að fara að halda því fram að konur sé ekki kúaðar þar og hún reynda að fer svona aðeins eitthvað að byrja það er satt ekki alls staðar þannig en það er náttúrulega bara þannig að stór hluti kvenna í Miðausturlöndunum býr við gífurlegt ójafnrétti og ég myndi segja það sem er búið kannski við sá staðar það sem er kannski minnsta ójafnrétti sé í Ísrael það sem að búa hvað margir búa 15 milljónir manns og það voru kannski 7-8 milljónir að vera konur en þegar horfið sér á stóru þjóðarnar stærstu að þá sérðu það að þetta eru 10 milljóna kvenna sem búa bara við hryllileg lífsskilyrði og hérna situr maður í Háskóla Íslands að hlusta á fyrirlesara að tala það að þetta sé bara mýta konur séu kúaðar. Þannig að maður velti bara fyrir sér með hvernig ætlar einhvern tímann að takast á vandan ef við erum síðan að kenna það í einhverju skólastofum að þetta sé allt bara bull og vitleysa. Já, en svo er þetta líka sko eins og Ayaan Hirsi Ali hefur rætt og maður hefur heyrt Yasmin Mohammed, Irsat Manji, Sara Heider, fleiri konur sem hafa stigið fram og einmitt lýst veruleika sínum verandi með Austurlöndum þar sem að þær fara einmitt yfir þetta sko að þetta er svo mikið mannfyrirlitning að segja sérstaklega sem konur í Miðausturlöndum sem eru með einhvers konar múslimskan bakgrunn að það er svo mikið mannfyrirlitning að vera einhvern veginn á Vesturlöndum og kannski hafa eitt minni tíma eða annað í þessum ríkjum og vera að segja konum í Miðausturlöndum að þær hafi það bara fínt og þetta sé bara mýta að þær hafi það nú eitthvað slæmt. Menna svo erum við búin að eiga einhvers konar stórkostlega undarlegar umræður það að við erum að bera virðingu fyrir upplifun annar á eitthvað, nema þegar kemur að þessu. Þannig að einhverju leiti þá erum við bara að eiga einhvers konar... Já, það versta er þegar þetta fólk byrjar að tala með að þetta er nú ekki verra, þetta er bara ólíku menningaheimur, þetta er bara öðruvísi viðmið. Herðu, ég finnst ekki þetta því, þegar maður er íbúið hérna á Íslandi að segja bara einfallega, veistu það að þetta er bara frekar skítlegt hvernig þið komið fram við ákveðna hópa. Þetta er bara ekki góð menning þegar þið komið fram við konur og svo hunda. Það er ekkert að ég að segja það að þessi munur á menningarheim. Þessi er bara einfallega, og mér finnst alltaf og fólk í vestrænum að vera stolt af því að við búum í frjálsu og opnu samfélagi. Það sem að við svona almennt er það bara 95% íbúum eru sammála því að konur eiga að búa við jöfn tækifæri.
mér finnst í alveg hálfbrenglað að maður hafi þurft að sita tíma í Háskóla Íslands það sem er að segja manni það sé mýta að konur séu kúaðar í Miðausturlöndum. Þetta er bara skrítið líka að því ég get alveg ímynda mér að manneskjan sem sagði þetta kom úr ákveðnum bakgrunni skoðanarlega séð. Að á Íslandi eins og þannig með Höllu Gunnarsdóttur sem auðvitað sagði að munurinn á kvenréttindum hér og í Íran væri ekki eðlismunur heldur stigsmunur, þetta er bara sturluð yfirlýsing, að fólkið sem hefur verið að segja þetta er oft sama fólk og hefur til dæmis haft hátt um feðraveldið á Íslandi og það að konur njóta ekki nægilega réttinda hér þau hljóta einhverstaðar innstinni átt að segja á því að þeir eru að ræða með Austurlöndin í þessu samhengi að árétti sé töluvert meira. Ég meina konur eru ekki í leiðtogahlutverkum, þau eftir sumur ríkjónum mega jafnvel ekki keyra bifreiðar eða voru bara að fá það í fyrsta skipti daginn sko. Þú veist, það er bara algengt að konur lendi því að það sé skvett sýru yfir andlitaðum ef það er halda framhjá eða eitthvað slíkt eða bara einhvern veginn valda einhverjum vanheiðri gagnvart fjölskyldunni. En þetta er svona þetta er einhver paradoxía sko. Þú veist, hvernig getur á sama tíma sagt konur á Íslandi fullkomlega kúaðar, ógeðslegt samfélag sem við búum í en ég fór til Íran og kynnti með málin og þetta er bara mjög sambærilegt. Við sáum hrikalega birtingamynd af þessu þetta á Suðurnesjunum. Það fór fyrir dóm fyrir alltaf verið ekki hálfa ári síðan eða eitthvað. Það sem með fjölskylda var á Palestínu og hafði bara einfallega ofsótt einn dóttur út af því að hún hafði byrjað með 9 manni. Bara það voru bara þú lest bara málsatvik þá er það bara þannig að á næturnar voru bara foreldrarnir hennar mættir og ætluðu bara að fara að taka börnin af henni og það er eins og ég segi, ég byggi í einhverju Arabalandi og væri búin að drepa hana. Þetta er auðvitað versta birtingamyndin. En svo kemur sko framkvæmdastjóri kvennaathvarfsins fram og segir að það þurfi nú ekki vera mikið að pæla í þessu út af því að þetta sé svo fámennt. Næsta sem hún sagði var að sjálfsögðu í hverju var hún. Nei, ég meina sko þetta er náttúrulega einhvers konar brenglun að mínum mati að við séum að eiga samræður undir þessum formerkjum og svo er náttúrulega, ég veit það ekki, ég ræddi það nú í viðtali, ég var í viðtali á fullorðins hjá broadcast í gær og það sem ég var að mynda að segja að við erum einhvern veginn líka, sko, mér finnst það líka að vera okkur að kenna sem viljum eiga heiðarlega samræður svona erfið mál að, sko, og þetta er ekki, nú er ég ekki að tala gegn tjáningafrelsi eitthvað þannig, ég er bara að segja að kastljósinu hefur kannski verið beint full mikið af þeim einstaklingum sem að bersýnilega hafa haft rangt fyrir sér nánast í 100% tilfella að þau séu einhvern veginn líka að fá rosalega mikið plattform til þess að vera einhvern veginn í því að ræða þessi mál og ég veit, það er örugglega einhverjir sem að segja við mig núna að nú er að tala gegn eigin hugsjónum tjáningafrelsi og eitthvað þannig. Nei, ég er ekki að segja það, allir eiga að fá að segja það sem þeir vilja segja en ég eftir að móti til að þeir sem vilja eiga heiðarlega samræður eigi kannski ekki að vera að eyða miklum tíma að leggja þessum skoðunum að jöfnu, einmitt eins og þegar þú segir þegar að manneskjan er búin að vera að tala gegn feðraveldinu og að einhver svona þriðja vakt sé að halda konur niðri en að sko það að konur séu landnar jafnvel til dauða fyrir tiltekinn klæðaburð eða vera einhvern veginn að vanhelga heiður fjölskyldunar, sú manneskja átómatist stimpla sig út úr umræðinni. Það er ekkert sem að þessi manneskja er að fara að segja sem að ég tel að ég þurfi að heyra þó svona ég að sjálfsögðu hafa tækifæri að segja það. En mér finnst bara kastljósin hafa verið beint á svo brenglað, bara þú veist eins og með Þorstein Feinarsson, það er ekkert sem að hann hefur að segja mitt fjölskyldulíf sem ég tel að ég vilja heyra því undaskildu að það sé frábær afþreying náttúrulega að hlusta á. Já. Hann hefur nú... Það fattu hvað ég meina? Já. Kannski þess ég myndist á því byrjun samt sem að mér finnst umræðan samt hafa breyst alveg verulega á Íslandi síðustu 2 árin. Ég held að flesti geta talað þessi mál og vandansestegar og sem ég talaði bara mjög fjálglega þennan máluflokk og vandan, eflaust út af því einmitt að það var reynt að kæfa umræðana svo lengi. Og séðan eins og með Þorstein, ég meina þetta var maður sem að kannski fyrir 3 árum fólk fylgdist með og 2000 ungmenna gerðu og svona, ég menna í dag held ég hann sem er gífurlega lítinn hljómgrunn fyrir því sem hann hefur að segja. Honum er alltaf búið hingað samt sko. Mér finnst svo gaman að tala við hann. Gott að koma svona rétt á eftir honum ykkar. En þessi þróun sko, að, við erum klálega að sjá núna
bakslag verða í þessari þróun, við orðum þannig Bakslag. að það er svona verið að íta aðeins tilbaka. Það sem hefur bara átt sér stað, og þetta er í öllum öngum samfélagsins, það er þessi einhvern veginn svona menningarlega afstæðishyggja sem að birtist meðal annars í því að einmitt að þú veist menningin í Íran gagnvart konum, hún er ekkert endilega verið en hér, svona þau reynir bara einhvern veginn að skoða hana hlutlægt og skilur mig Sérstaklega að skoða það hvernig vestarinn í heimurinn er búin að grípa inn í aðstæður þarna, sko, hvort já, það þú setja að veist, kenna honum þetta er allt mjög flókið en ég held að þetta sé bara í öllum málaflokkum, bara sama hvað þú dreipur niður fæti, þá sérðu angan af þessu einn angi af þessu er, þú veist, bara sá að það er verið að taka niður sko gildi og viðmið í samfélaginu og fólk á ekki þurfa að hlýta neinu, þú veist, börn í skóla, það þarf ekki að vera einhver ægi þar sérstaklega. Jón Gnarr segir akkur maður ekki bara vera klæddur í sig vil á alþingi. Það er einhvern veginn, það er verið að reyna sko setja, það er einhvern veginn verið svona, maður hljómar er svo ótrúlegur íhaldsfuskur sko. Að brjóta þetta niður hægt Þetta er nánast þess að sé einhver leikur að taka bara öll viðmið og gildi hvar sem er og reyna einhvern veginn að kroppa í þau og á endanum sko eðlilega þá bara snýst samfélagi í ringi því að það hefur ekkert til að halda í sko. Já, ég held að þetta sé alveg að hluta til rétt hjá þér sko, þetta er eins og að einhver læknir ætla að fara að lækna eitthvað mein og myndi taka alltaf meira og meira meininu en á sama tíma væri hann að taka meira og meira hjartanu sko. Og þetta er svo litið þannig sko að við þurfum einhvern veginn að horfa svolítið í augu við það að sko hlutir sem að eru fyrir hendi eru ekki kannski endilega eitthvað sem að við skiljum strax. Það er ekki endilega þannig að við sjáum eitthvað fyrirbrigði eða einhvers konar festu eða gildi sem eru fyrir hendi sem að við bara sjáum og við skiljum strax af hverju þau eru svona. En það er kannski og þá kannski er auðvelt að segja að af hverju ættu við ekki bara að sleppa því. Og það er svona það sem að mér hefur fyndist svona við íhaldsstefnu að vera hvað mest aðlaðandi en ég sko en í samvætti við útlendingamálinu þá samt er það svo stórkostlega einkennilegt að, og ég er sammálaður sko að einhverju leiti að við hefum kannski að huga meira að þessum svona menningarlegu gildum og einhvern veginn að choppa niður öll viðmið en að einhverju leiti þá er svona eins og í Evrópu þá er bara verið að skipta þeim út fyrir eitthvað sem er alveg stórkostlega undarlegt og fyrir algjörlega berhögg við það, en bara eins og í Bretlandi þar er núna mufti að fara að verða sko sá sem að leggur staðla í bresku skólakerfi bara algjörlega sturlað og þeir sem ekki vita þá er mufti sérhæfður einstaklingur í því að samþætta islams eða svo bara regluverk islam sem er sharia og við svona almenn samfélagslega gildi. Það er mufti að fara að sinna þessu í bresk skólakerfi. Og svo eru þeir náttúrulega bara, þú veist, að fangelsa fólk fyrir það að vera með einhvers konar, það sem er kallað hatur inn á samfélagsmiðlum sem er aðalega bundið við það að fólk hefur áhyggjur af því að múslimskir karlar frá Pakistan sé að nauðga ungum hvítum stelpum út af algjöru vanvirðingu við það samfélag sem er búa við. Og við bara einhvern veginn svona horfum að þetta gerast og við bara einhvern veginn, en rússar, við höfum rosalega áhyggjur af því að rússar sé að fangelsa fólk fyrir Facebook-festur. Nákvæmlega sama gerast á Vesturlöndum. Já, í ákveðinu mynd, sko. Ég held að þegar við erum að tala einhver gildi og einhver viðmið og að breyta þeim, að þá ættum við alltaf að hugsa þetta einhvern veginn svona. Því eldra sem gildið er að viðmiðið, því dýpra þurfa að velta fyrir okkur af hverju það er fyrir hendi nú þegar sko. Og umræðan sem hefur verið núna allavega frá því ég man eftir mér hefur alltaf verið að það er alltaf verið að velta upp steinum. Það er verið að spyrja sig sko af hverju erum við að gera þetta svona? Þú veist? Ég er svo ánægður með Ingvar núna, hann var hann að hljóma svo Edmund Burke útskýra íhaldsstefnuna. Já, ég bara af hverju er girðingin að það, þetta maður spyrja okkur að það árum við fjarlægum hana. það er alveg pæling sko að þú veist að því þessi þróun í Evrópu ég meina hún er mikið til mjög nátengd þessu og ég meina þú veist við tölum um menningu og eitthvað svona þú veist og menningarlega afstæðis ekki og þá þarfstu að velta fyrir það hvað er menning sko og ég meina það var ráðherra í Svíþjóð fyrir hvað cirka 10 árum sem sagði að það væri ekki til neitt sem væri sænsk menning væri bara afleiðing af samskiptum mannfólks yfir árþúsundir Þegar þú fjarlægir eitthvað ákveðin gildi galið. Já, galið.
En það líka bara þannig að þegar þú ætlar eitthvað að fjarlæga ákveðin gildi, hvort sem það eitthvað kristin gildi eða eitthvað þannig, það mun eitthvað fyllit á tómarum. Og það einmitt það sem við kannski séð í Bretlandi í ákveðnum stöðum að það hefur kannski fjarlægst þessi kristna menning en hvað hefur komið í staðinn. Það ekki einhver allsælis útópía, það bara tekur einhver íslömsk menning við á sömu stöðum. Og þá þurfum við bara stundum að velta það fyrir okkur, ef við kannski bara aðeins að staldra við og sjá hvort að menningin okkar sé góð og jafnvel að berjast fyrir henni og skoða það gaumgæfulega á hverju hún byggð og hann að varveita. Já, ég meina, sko, 40% múslima í Bretlandi eru mjög ánægðir með það ef að sko sharia yrði lög landsins í Bretlandi sem sko hærra hlutfall heldur en múslima í Tyrklandi. Þannig að sko við erum á einhverjum stórkostlega undanlega stað. Ég var að horfa viðtal við hérna mann frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum þar sem hann var að fara yfir það hvað kemur á óvart, hvað Bretar væru tilbúnir til þess að gefa eftir í ýmsum málumum varðar svona hópa sem eru augljóslega bundnir við einhvers konar hryðjuverk og hann hafði sagt bara, við myndum aldrei leyfa þetta, við gerum okkur bara grein fyrir því að þetta muslimska bræðralagið og við myndum aldrei leyfa þeim að vera með einhvers konar starfsemi í okkar landi út af því að við vitum bara að það bundið við hryðjuverk. Ég bara skil ekki á hverju þið eruð að leyfa þetta hérna í Bretlandi. Sama gildir með hérna, ég held að hafa verið fjármálaráðherra sama ríkis sem var að benda það að hérna helstu og hættulegustu islamistar, og þá er ég ekki að tala þau sem eru islamstrúar heldur islamistar sem eru svona herskáir jihadistar í flestum tilfellum, hættulegustu slíkir aðalega myndu koma frá Evrópu en ekki frá Miðausturlöndum eftir nokkur ár og miðað við þá þróun sem við erum að sjá í dag þá það bara eitthvað sem er ekki það, já það er ekki það er skoðun sem að elst nokkuð vel sko. Var ekki að maður skoðar aðeins bara fyrir aðeins inn í pólitíkina sem hefur gerst í Evrópu og kannski í vestrarna heiminum er áhugavert við þess að hefðbundnu hægri flokka svolítið bara glutra niður fylgi sínu og ég held að það sé að miklu leyti hvernig hefðbundnir hægri flokkar ákveðu að taka á útlendingavandanum til að byrja, innflytjendavandanum í Evrópu svona upp úr 2015 að þeir vildu sérst ekki viðurkenna vandan, þeir vildu helst ekki hlusta á þessa aðalega í samfélaginu sem voru að gagnrýna og svo þetta væri að hafa áhrif á hvernig þeir svona lifnaðarháttu var í eigin samfélagi og þá er svona áhugavert þetta er raunveruleg krísa sem að svona mainstream hægri flokkar hafa lent í Evrópu. Við sjáum bara Norðurlöndunum og víða hvar að hefðbundnu systurflokka sjálfstæðisflokkana, þeir eru bara orðnir minni heldur en, ég ætla ekki að kalla það fjárhægri flokkur en kannski aðeins populískari hægri flokkar og afleiðingin af því getur líka alveg verið eitthvað slæm, ég menna það eru auðvitað til svona hægri flokkar eins og í Ítalíu með Meloni og ég myndi aldrei kalla það öfga hægri flokk að neinu viti, en síðan horfur á AfD í Þýskalandi og það er alveg vissulega þannig að AfD hefur bent á ýmsa hluti sem að eflaust má bæta úr og ekki bara útlendingamálin, þeir hafa líka tekið orkustefnu Þýskalands og talað um það að þeir vilja fá kjarnorkuver aftur og svona. En það er nú samt þannig, þú skoðar AfD og sérstaklega eftir mismunandi landsvæðum í Þýskalandi að þarna eru líka alvöru öfgamenn. Já. Og maður hefur alveg verið, það er eitthvað sem fólk mætti alveg áhyggjur að þegar þú kæfir umræðuna það lengi að þú enda með hóp af fólki, sérstaklega eins og í Þýskalandi, hóp af ungum karlmönnum sem eru bara reiðir út í samfélagið. Það er ekki búið að hlusta og það er búið að kenna þeim jafnvel eitthvað þvælu og eitthvað svona og þeir fara í eitthvað öfga og þetta er raunverulegt ágefni. Já, en sem betur fyrir hafa þjóðverðir ekki reynsla á svona reiðum ungum köllum sko. Já, en hins vegar síðan sumstaðar hefur þetta farið betri við þar. Þú veist, það eru hægri flokkar sem að hafa viljað taka á þessu og en eru kannski aðeins skynsamari þeirri nálgun og við hafa orðræðu sem er aðeins eldi betri fyrir samfélagið og maður kannski bendur að því dæmi, ég menna kristilegi demokratar í nýjastöðum kosningum í Þýskalandi, ég menna Friedrich Merz, hann ákveður bara svolítið að kúvenda stefnu á Angelu Merkel, hvernig hún hafi tekið kristilega demokrata. Þannig að mér finnst það var jákvætt, þetta bæta við sig aðeins fylgi og síðan horfum maður á Kanada þar sem að mínum að þetta besti stjórnmálmaður vestrarna heimsins er að leiða íhaldsflokkin þar, Pierre Poilievre. Þetta kosningar þar í næsta mánuði og ef að íhaldsflokkur tapar þá getum við þakkað Donald Trump fyrir það. En er ekki Danmörk kannski besta dæmi Evrópuríki sem hefur á mainstream hátt náða að snúa umræðinu við? Sviss. Það var líka áhortið til að það voru jafnaðamenn sem gerðu það. Það var áhugaverða. Sviss er samt búið að gera þetta mjög vel og það eru tvær stóra breytur sem að ég til að hafi haft svona úrslita áhrif þar og þar var þeir
náttúrulega eins og með svo margt annað settu þetta í þjóðaratkvæðisgreiðslu sem að ég held að við ættum að taka með oftar Það setja náttúrulega allt í þjóðaratkvæði. Já, en ok, það er alveg hægt að hlæja því sko, en ég meina þeir settu bara þjóðaratkvæðisgreiðslu hvort að það ætti að fá að reisa moskur í Sviss og því var svara neitandi og svo fekk líka almenningur getur til þess að svara til stefnu í útlendingamálum sem var líka lögð fyrir í þjóðaratkvæðisgreiðslu. Það er miklu betra fyrirkomulag og andrými í bæði umræðum og líka í bara þeim málefnum varða Sviss. Þannig að sko ég hef líka oft hugsað út í þessi með þessi útlendingamál sko að aðkoma almennings að þessum málum hefur í rauninni ekki verið nein og það er ekki lýðræðislegur vilji held ég fyrir þeir útlendingastefnu sem hefur verið rekin undanfarin ár. Þetta er aðalega fólk sem vil klappa sér á baki fyrir það að vera góða manneskjur, fyrir það að sjá tölur á blaði án þess að þurfa að takast á við afleiðingar af eigin stefnu og þetta er náttúrulega búið að gerast á miklu verri hátt í Evrópu en við aftur á móti höfum einhvern veginn verið bara að tala um það, bara við þurfum að bera ábyrgð, við fórum hann og sprengdum allt upp, fólk þetta er ekki að fara að minnka út af loftslagsmálum og fleira þarf undir götunum, en á engum tímapunkti bara þjóðin spurð hvað viljið þið gera í þessum málum sem alveg stórkostlega einkennilegt en Sviss gerði það með miklu betri árangur og það er ekki þannig að þeir ekki tekið á móti neinum, það var bara fengið lýðræðislegur vilji fyrir þeirri stefnu sem að fyrir hendi var og þar af leiðandi miklu betra andrúmsloft þar. En þetta líka í Evrópu spilast öðruvísi út í Bandaríkjunum. Þessi lýðræðislegi vilji vegna þess að velferðarkerfin í Evrópu svo stór. Bara svo Milton Friedman talaði á sínum tíma, þú getur verið með opin landamæri eða stórt velferðarkerfi. Ég held að Kristrún Frostadóttir hafi sagt þetta fyrst. Já, afsakið, hún gerði það. Nei, hérna í Bandaríkjunum virðist vera, ég er ekki að segja innflytjendastefna þeirra sé lítalög, sko, ég meina hún stórt atriði það neytra. En það algjörlega augljóst að Bandaríkin ná með miklu árangursríkari hætti að aðlaga fólk, eða inngilda að sínu samfélagi en í Evrópu. Já, ég hef reyndar alveg sagt að núna nokkrum sinnum sko að hérna sko svo útlendingastefna sem hefur verið rekin í Evrópu undanfarin ár, sérstaklega kannski síðastlega en áratug, að ýta úr vör blautasta draum svona anarkokapitalista út af þeim afleiðingum sem munu koma til með að vera fyrir hendi þar sem að fólk mun ekki hafa vilja til þess að vera með sterkt velferðarkerfi þar sem að eins og fjallað í bókinni Exodus þar sem hann fjallar það að ef að þú ert ekki með einhvers konar menningarleg tengsl eða eins og hann segir sjálfur sko ekki mutual respect, þetta mutual regard að þú álítur það að þið hafi hagsmuna því að þið að leitast eftir að móta samfélagi einhverju sameiginlegu markmiði að þá fellur viljinn til þess að vera með einhvers konar sameiginlega hagsmunabundna í einhvers konar sameiginlegan sjóð sem þá velferðarkerfið. Þannig að þetta var ekki Exodus í biblíunni. Nei. En þetta alveg rétt og ég menna í því fjölbreyttara sem samfélag eru sem hefur alls konar kosti en kannski einn ókostur af því að það minna traust í samfélaginu milli fólks. Þetta sína kannanir í Evrópu og líka í ríkjum í Bandaríkjunum og þetta birtist á hinni hliðinni í því að velferðarkerfi að jafnaði sterkari eða stærri í ríkjum því einsleitari sem þau eru. Og það er sko, þetta Paul Collier sem var reyndar fyrsti enskumælandi viðmælandi podcastins sem að skrifa þessa bók og hann einmitt mikill vinstrimæður sko. Hann að vara við þessu og þetta 2013. En ég með kenningu og gott að þetta upptöku og ég held að þetta sé þróun sem verið. Ég held að það sem munu sjá gerast í Evrópu að á Norðurlöndunum þá munu held ég flest Norðurlandaríki fara sömuleið á Danmörku. Raun og veru bara á þann veg að það verður ekki eiginlega að neinu viti tekið á móti hælislindum til þess að venda velferðarkerfin. Ég held að þetta verið þróun sem munu sjá á næstu 10-15 árum. Þetta mun taka einhvern tíma. En ég myndi gera ráð fyrir út í þetta stærstu velferðarríkin að þau muni gera þetta og við sjáum þetta bara í þeirri hægri bylgju sem hefur verið á Norðurlöndunum hvað flokkar að veljast til valda í þessum þjóðum að ég held að það muni allir þessar vinaþjóðar muni líta til Danmörku sem ákveði svona fordæmi að því hvernig þetta að tækla þetta. Já, Daninir bara hafa tæklað þetta frábærlega
í raun og veru síðastliðin ár og það alveg, þú veist, ég manni verið í Danmörku fyrir örugglega meira en 10 árum og jafnaðarmannaflokkurinn var þá að keyra á slagorðinu sko, ef þú kemur til Danmörkur skaltu vinna, sem að mér fannst alveg smá ótrúlegt að sjá þá bara á plakkutum sko og og núna í dag Mette Frederiksen bara eiginlega orðin kannski helsti talsmaður Evrópu svona mainstream vangnum fyrir harðari útlendingastefnu og og Danir meira segir byrjaðar að þú veist reyna að brjóta upp semst gettóin sem hafa myndast þannig að þú veist og hafa bara fengið að kenna svona í lítilli mynd á sömu þróun og gerist í Svíþjóð en að grípa fljótar inni en ég held þessi Svíþjóð verður tölvert flókið að vinda ofan af þessu þó að þeir sko fara einhverju leiti að herða hælisleitendalöggjöfina. Já, þeir eru komnir það það langt bara fyrir mjög margir komnir í samfélagið bara með allt öðru í sig gildi heldur en Svíar. Ég meina, þú veist, þegar þú ert bara farin að lenda í því eins og var hvort það var janúar eða febrúar að það sprakk sprengja í Svíþjóð á hverjum einasta degi mánaðarins. Já, þetta Það er bara- Ég meina það auðveldast sem við getum gert ef þú ert að byrja morgunmat sem blaðamaður það að skoða sænska fjölmiðla. Eða vantar einhverja frétt hvort það hefur eitthvað ég meina þetta hefur alltaf verið gert á Íslandi að blaðamenn skoða alltaf Norðurlöndin og alla Norðurlandamiðlandi að sjá hvort það sé eitthvað sem er að gerast í ríkjum sem við þekkjum og svona. Það er nánast bara bókað á hverjum einasta degi sem að þú ferð og skoðar eitthvað sænskan miðil að þú munt finna eitthvað ofbeldsklepp sem að þú getur fjallað. Þú veist, það var eitthvað drepinn hér, það var handsprengja hérna og þú veist, það voru mörg hundruð eða ekki þúsundu handsprengjar sprengdar á síðast ári í Svíþjóð. Þetta er bara mörg hundruð. Þetta er svona hlutur sem bara ef þú er með bingospjald árið 1980 hvað mun gerast í Skandinavíu bara það verður handsprengja sprengt á hverjum einasta degi í Svíþjóð í febrúar 2005 það er engin trúaði sko menniðu bara hugsa það lítur að vera borgarastyrjöld eða bara rússar hafa ráðist inn í landið en í staðin þetta bara orðin eitthvað svona alveg óþægilega svona þetta einhver veruleiki sem að maður er ekki byrjað að kippa sér upp við þetta lengur. Nei, þetta þetta eiginlega ótrúlegt. Við ætlum að setja punktin hérna. Þetta var mjög skemmtilegt spjall. Ég var eins og ég segi, ég held þetta hafi tekið sann. Ég er núna með 3 engul og ég er að sjá hvort ég geti það sko í þessu rými. En ég held að mér hafi tekist það. Bara strákar. Ungliðar bakslagsins. Takk aðeinslega fyrir að koma. Hermann Nökkvi og Ingvar Smári. Og þangað til næst. Takk fyrir.